Rúv.is. Ég komið sæl. Við byrjum á að skoða yfirlitskortið, þá víðáttu mikil aðeins hérna fyrir Sunnanland og aðalaðminn nú hérna yfir Bretlandseyjum. En það sem síðan að gerast að svona úrkomuskil frá þessu kerfum að svona fara yfir landið næstu dag, sérstaklega landið sunnanvert, verða austlægar áttir ríkjandi með vætutíð sunnan og vestanlands einkum. En síðan á fimmtudaginn þá nú að fara að snúast aðeins til norðlægra áttar og þá fer nú að létta til landið sunnanvert. Ef við skoðum hitasviðið þá svona ansi milt loft sem að fylgir þessari lægð hérna fyrir sunnan okkur og það leitar nú svona í áttir landsins og sér til þess að hitatölur þær munu nú náu kannski upp í 7-8 gráður næstu daga en það nú ekki langt í kalda loftið sem að veldur því að við munum nú ekki alveg verða laus við frosttölur. En svona lítur Íslandskortið út á morgun, það verður austanátt á morgun, það verður strekkingur hérna við suðurströndina og þar verður líka þungbúið og dálítil væta en aftur á móti á norðausturlandi þar ætti að verða hægur vindur og bjartviðri en hitastigið það verður svona á bilinu 2-7 stig, það verður svona mildast hérna við suðurströndina og við getum líka að reikna með því að það verður nú víða næturfrost hérna á norðausturlandi sem að endist nú eitthvað fram á morguninn. Nú síðan á þriðjudeginum að þá mun hún bæta í austuráttina, hún gæti nú orðið allhvöss hérna þá einkum við suðurströndina en líka jafnvel einnig á norðvesturlandi en það verður semst blautt hérna bæði á suður og vesturlandi en aftur á móti ætti norðausturlandið og svona norðurlandið að sleppa mestu við úrkomuna. En það verður svona þungbúið á landinu og hitatölur svona á svipuðu róli 5 stig fyrir norðan og síðan kannski 8 stig hérna á landið sunnanvert. En síðan áfram á miðvikudeginum að þá verðum við áfram í þessari austlægu átt að fyrir reyndar að draga úr vindinum þannig að hann verður svona munnskaplegri sérstaklega hérna sunnanlands. Það verður væntanlega einhver úrkoma hérna á Austurlandi þó hún verður nú kannski ekki í miklu mæli en ætti að verða þurrt landið vestanvert og hitatölurnar eru svona á svipuðu róli 7-8 gráður hérna fyrir sunnan og svo eitthvað heldur svalara norðurlands. Og á fimmtudaginn að þá förum við að sjá norðlæga átt hjá okkur fer nú byrja svona aðeins að kólna hjá okkur en ekkert mikið, en það fer líka létta svolítið til hjá okkur sérstaklega landið sunnanvert og þetta svona ætti að verða úrkomulegs dagur eins og spárnar standa núna. En við skulum skoða hvað að gerast í kringum okkur, við sjáum hérna lægðamiðjuna yfir Skotlandi og það verða skúrir mjög víða á Bretlandseyjum á morgun og hérna rigning hérna á svona sunnanverðu bæði Noregi og Svíþjóð. En Balkanskaginn ætlar að verða fínn á morgun þurr og með talsverða sól og við sjáum að það hlýtt hérna við Miðjarðarhafið og hámarkshitanum spáð 28 gráðum í Palermo. Og ef við förum síðan að Atlantshafinu að þá nú áfram þungbúið á Íberíuskaganum rigning hérna í Portúgal og rigning í Madrid á morgun og svona víða skúraleiðingar hérna sérstaklega austan til. Í Frakklandi verður nokkuð bjart svona í vestan til en aftur á móti talsverð úrkoma austan til og bæði getum við búist við svona samfelldi rigning og einnig þrumuveðrum. En við skulum fara aðeins til Kanaríeyja, þar spáð fínasta veðri á morgun, hæg norðaustlæga átt, talsvert mikil sól og hitatölurnar hérna kringum 25 gráðurnar. Ef við förum síðan vestur hafa þá talsvert mikil lægð hérna á leiðinni austur á bóginn þannig að það mun rigna talsvert og þessi skil þau teygja sig alveg hérna suður til Texas en aftur á móti við austurströndina verður nú svona þungbúið þó að það verður nú rignum kannski ekki mikið og síðan ef við förum á vesturströndina þá þar smá heiðskýru veðri bæði í San Francisco og Los Angeles. En á morgun hjá okkur austlæga átt, strekkingu við suðurströndina og dálítil rigning en þurrt og bjart norðaustan til. Segjum þetta gott að vera í kvöld, verið sæl.